ekki rétt. Og það endaði með því að ég sagði eitthvað við hann að það væri gaman ef hann kæmi hingað til okkar að predika eitthvað tíma. Og svo stuttu seinna að þá hringdi ég í hann og bauð hann að koma og hann er hér í dag. Jóhann Þorvaldsson kom hérna ungur maður þegar ég var nemandi á Hlíðarskóla og með eiginkonu sína, Irmgard, ef ég man rétt, og hún var frá Þýskalandi og hann var vistarstjóri og kennari á Hlíðarskóla. Þá kynntist ég Jóhanni. Ég þekkti föður hans mikið betur vegna þess að við unnum svo oft saman í ferðalögum hérna all landið í innsöfnun og á ýmsum erindum fyrir söfnin. En Jóhann fór til starfa í Danmörku og Noregi og hefur starfað þar í 40 ár. Nú er hann kominn á eftirlaun og búinn að vera hér á Íslandi í 11 ár og það er kominn tími til að Jóhann prediki hérna og deili með okkur orðið Drottins og ég býð bara sérlega velkominn Jóhann og kona þína og dóttir hér í dag. Gjörðu svo vel. Takk fyrir Steinunn. Það er svo vel, þú stillir þetta bara svo þú ert mér sjálf. Þetta er ágætt. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég verð að segja að það er yndislegt að vera með bræðrum og systrum á hvíldardegi Drottins. Amen. Eftir augnablik ætla ég að segja börnunum sögu, litla sögu. En mig langar að segja í sambandi við það sem við heyrðum hérna áðan. Þegar ég kom aftur til Íslands fyrir bráðum 11 árum, þá bjó ung stúlka í næsta húsi með mömmu sinni, sem er dóttir hennar Ídu, en það voru ýmis vandamál með þessa stelpu. Hún hafði verið hjá lækni og þessi læknir gaf henni lyf og allt í einu komst mamma hennar að því að fullorðnir máttu ekki fá meira en svo mikið af þessu lyfi. Og hún var vist með hvað aðra þrisvar sinnum það sem hún fullorðnir máttu fá að lyfinu. Og þetta eyðilagði hana mjög illa. Stundum hvarf hún og enginn vissi hvar hún var í kannski nokkra daga. Og við báðum mikið fyrir þessari stúlku. Í fleiri ár þá var hún hafði hún vandamál með eiturlyf. Við báðum mikið fyrir henni. Hún komst í samband við mann sem var í fangelsi og en svo kom sá dagur að hún komst að því að þetta gekk ekki lengur. Og í dag er hún trúuð manneskja. Það er yndislegt að vera með henni, barni hennar og föður barnsins. Guð hefur heyrt bænir okkar. Hún hjálpar öðrum mikið sem eru í eiturlyfjum og áfengi. En hún er algjörlega frjáls núna og við þökkum Guði fyrir. Við biðjum hann fyrir þessum unga manni að Guð megi líka hjálpa honum á sama hátt. Og hann gerði fyrir hennar Ídu. Hún heitir líka Ída eins og amma hennar, þessi stelpa.
Jæja, það eru nokkur börn hérna. Við erum öll börn hér. Já, þetta er lítil saga. Það var í biblíutíma, þar sem að börnin voru að fara gegnum faðirvorið og svo var komið að þriðju bæninni í faðirvorinu og hvernig hljómar hún: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, komi þitt ríki, og svo er það verði þinn vilji. Já, og svo spyr kennarinn: hvað er það sem við byggjum í þessari bæn? Og fyrsta svarið: við byggjum þá að fólkið hér á jörði megi gera vilja Guðs á sama hátt og englarnir gera á himnum. En svo spyr kennarinn: en hvernig gera englarnir vilja Guðs? Og hér komu börnin með fleiri svör, og sem að eiginlega voru rétt öll þeirra. Og einn sagði: þeir gera strax það sem að Guð biður þau þá að gera, englarnir. Og annar sagði: þeir gera það alltaf. Og svo var þögn svolítið, og þá segir kennarinn: eru fleiri svör? Og þá var lítil stelpa sem að stóð upp og hún sagði: þegar englarnir gera vilja Guðs, þá spyrja þeir aldrei hvers vegna. Og kannski var það eitt besta svarið. Ég ætla að lesa svolítinn texta sem við finnum í Efesusbréfinu, 7. kafla. Að lokum: styrkist í drottni og krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs til þess að þið getið staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttun sem við eigum er ekki við menn að holdi og blóði, heldur við tignindar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaverur vonskunnar í himingeimnum. Takið því alvæpni Guðs til þess að þið getið veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þið hafið sigrað allt. Standið því girt sannleika lenda ykkar og klætt réttlætinu sem brynju og skóuð á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðarboðið frið. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þið getur slökkt með öll logandi skeyti hins vonda. Setjið upp hjálm hjálpræðisins og grípið sverð andans, Guðs orð. Gerið það með bæn og beiðni og biðjið á hverri tíð í anda. Verið þannig árvökul og stöðug í bæn fyrir öllum heilögum. Lögreglan í Þýskalandi braust inn í 190 staði hér daginn til þess að handsama öfga trúarmenn sem þjálfa unglinga til þess að berjast í Sýrlandi. Það er vonlaust stríð þar sem varpaði niður sprengjum á sjúkrahús og flutningabíla með matvæli handa börnum sem að deyja úr hungri eða byssukúlum. Fólkið og börnin eru á flótta, reyna að komast yfir Miðjarðarhafið og þyrpast í naumast vatnsheftum bátum og drukkna þar svo hundruðum
og þúsundum skipti. Þeir sem komast í land eru víðast hvar óboðnir gestir sem löndin reyna að losa sig við og örfáir komast hingað til Íslands. Þessi saga endurtekur sig og það er lítið nýtt undir sólinni. Fyrstu landnámsmenn sem komust hingað til Íslands voru eiginlega kallaðir papar. Og ýmist bendir til þess að þeir hafi verið frumkristnir sem flúðu undan rómverskum hermönnum og trúboðum í Írlandi. Fyrst flúðu þeir út á eyjarnar milli Írlands og Skotlands og við Ída fórum þarna einu sinni til eyjarinnar Iona, það sem var setur þessa flóttamanna, og svo flúðu þeir seinna lengra norður til Orkneyjana og svo til Íslands þaðan. Það var biblíukennari á Newbold sem fann gögn sem að bentu á það að þessir flóttamenn frá Orkneyjunum flúðu til Íslands vegna þess að þeir héldu hvíldardaginn. Og nýja kirkjan, rómverska kirkjan sem var komin að, hún vildi ekki leyfa þeim að halda hvíldardaginn. Og þess vegna flúðu þeir til Íslands. Svo það er ýmist sem bendir til þess að fyrstu íbúarnir á Íslandi voru kristnir menn sem að héldu hvíldardaginn. En svo komu víkingarnir sem eiginlega flúðu Noreg og Harald Hárfagra, og þeir voru miklu herskárri heldur en paparnir. Það er margt sem að gera við erum órólega. Sumir eru nú að hugsa það hver verður næsti forsætisráðherra á Íslandi. En hver er hinn raunverulegi óvinur sem við berjumst svo harkalega á móti? Þegar ég var ungur, Steini sagði frá því að ég hafi verið kennari á Hlíðarskóla, og það er alveg rétt, en ég var ekki alveg búinn með námið mitt þá. Ég vildi gjarnan læra svolítið meira, svo ég fórum aftur til Ameríku og ég lofaði því að koma aftur til Íslands, en svo hitti ég fólk frá öðrum löndum og mér var boðið að koma heim til landsins þar sem ég fæddist í Danmörku, og ég hef átt heima nú í Danmörku alls í 40 ár. En sem sagt, þegar ég var ungur prestur í Danmörku var endurskoðandi í einum söfnuði þar sem ég var prestur, og hann hafði verið við nám í Frakklandi, og hann sagði okkur frá því að það voru 2 stúlkur sem voru á skóla þarna í Frakklandi, og sumarið þá hefðu þær verið að selja bækur og komu þá inn til prests, og þessi prestur var líka miðill, og hann bauð þeim að koma inn. Fyrst vildu þeir nei, jú, hann sagði, komið inn, þið eru að segja mér að þessir andar sem að ég tala við daglega, að þetta eru andar hins illa.
Ég trúi því ekki. En komið nú inn og þær kom inn og meðan þær sitja þarna þá kallar hann fram þennan anda sem að hann var vanur að tala við. Og svo segir hann, er það satt það sem að þessar stelpur að segja, að þú sért í rauninni engill Satans? Og þá svaraði andinn, þegar ég er spurður svona beint, þá má ég ekki ljúga. Já, segir hann, það er alveg satt. En hvers vegna ertu þá að blekkja fólk svona? Af því ég veit að tíminn minn er stuttur. Þetta eru þessir andar sem við vorum að tala sem að blekkja. En við skulum ekki tala mikið þetta, því að Guð hefur líka sína engla. Nú, það eru margir sem að hafa svona snjallsíma, eru þeir kallaðir, og maður sér fólk nota þá svona á ýmsan hátt. Maður þrýstir á hnappa og þá getur maður fengið svar við næstum því öllu, því að þetta maður hefur hérna í vasanum stærsta bókasafn heimsins. Og það er ótrúlegt, það er næstum því ekki neitt sem maður ekki getur fengið svar við. Og mörgum finnst ekki þeim þurfa neitt annað. En margir nota líka trúarbrögðin eins og snjallsíma. Margir nota meira að segja Biblíuna á sama hátt og snjallsíma. En það er önnur leið og það er að kynnast höfundi Biblíunar og fylgja orði Guðs. Kynnast því hverjir tignirnar og völdin eru. Er ekki hold og blóð, þetta eru andaverur í himingeimnum sem við lásum á það. Við Ída höfum fengið þessa bók. Ég sá annað eintak af henni hérna á stól áðan. Hún heitir Daglegt líf. Og okkur finnst svo gott að lesa í þessari bók. Og hér í síðasta mánuði þá lásum við í fleiri daga englana. Það voru biblíuvers sem að segja okkur frá englunum og ýmislegt sem að stendur þar. Og það var þess vegna þess að við lásum þetta, ég ákvað að næst þegar ég hef ræðu þá ætla ég að tala englana. Hvað segir Biblían þessa engla? Já, Biblían segir okkur að það eru margir fallir englar og þeir eru draugarnir sem margir trúa á. Ég trúa á drauga líka. Því að ég veit þeir eru þar. Ég veit að þeir eru fallir englar sem þekkja menn og konur og sem að starfa til þess að blekkja. En það sem er svo dásamlegt, það er að það eru ennþá fleiri góðir englar sem Guð hefur gefið okkur til þess að hjálpa okkur. Og þá spurði ég í bæn, en hvernig á ég
að tala þessa engla. Og þá var eins og hugurinn snýri sér að Jakob. Jakob, hann var í erfiðleikum, kannski persónlega eins miklum erfiðleikum eins og heimurinn í dag. Hann vissi að bróðir hans var tvíburabróðir hans var ofsareiður. Hann var dauðskelkaður. Hann átti að gjalda fyrir ranga breytni og hann fyrirleit sjálfan sig. Hann var erkiglópur á flótta undan bróður sínum. Hann var einmana og þarna þegar kvöldið kemur þá finnur hann stein sem hann notar sem kodda. Hann var bástaddur. Hann var fjarri Guði. En þá hefur hann þennan draum sem við finnum í 1. Mósebók 28. kafla. Kom hann á stað nokkurn og var þar nóttina því að sól var sest. Hann tók stein þar var og setti undir höfuð sér og lagðist þar til svefns. Og hann dreymdi draum. Honum þótti stigi standa á jörðu og ná til himins og englar Guðs fóru upp og ofan eftir stiganum. Þá stóð drottinn hjá hann og mælti: Ég drottinn Guð Abrahams föður þíns og Guð Ísaks. Það land sem þú hvílist á gef ég þér og niðjum þínum. Þeir munu verða fjölmennir sem duft jarðar og breiðast út til vesturs, til austurs, til norðurs og suðurs og allar ættkvíslir jarðarinnar munu blessun hljóta í niðjum þínum. Og sjá, ég með þér og gæti þín hvar sem þú ferð og mun leiða þig aftur til þessa lands því að ég yfirgef þig ekki fyrr en ég hef komið því til leiðar sem ég hef heitið. Og þá vaknaði Jakob af svefni sínum og mælti: Sannarlega drottinn á þessum stað og ég vissi það ekki. En vissi Guð ekki að Jakob hafði svikið föður sinn? Nú komst hann að því að Guð var fús til að fyrirgefa, einnig verstu syndurum. Því að Guð segir, og hann segir við okkur öll: Komið, við skulum eigast lög við, segir drottinn. Þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Frá jörðu til himins stigi, og við getum notað þennan stiga. Hér vissulega Guðs hús og hlið himins. Með himnastiganum tjáir Guð okkur að alveg sama hvernig við höfum verið eða hagað okkur í lífinu, þá stendur stiginn nákvæmlega þar sem við erum í augnablikinu, og þessi stigi nær alla leið til himins. En hvað? Eða hver þessi stigi? Við lesum í Jóhannesar Guðspjallinu, 14. kafla: Hjarta yður skelfist ekki. Trúið á Guð, trúið á mig. Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og vegurinn, það þessi stigi. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og öðrum staði í Jóhannesar Guðspjalli, 1. kafla, segir við hann: Sannlega segi ég yður, þér munuð sjá himinin opinn og engla Guðs stíga upp og stíga niður yfir mannssoninn. Englarnir eru hér. Þeir eru hérna inni hjá okkur í dag. Og stiginn þar alltaf þar sem að þú ert. Þar stiginn. Við ættum að fara upp þennan stiga.
Huginn gert eins og Jóhannes segir á öðrum stað í Opinberunarbókinni. Í 4. kafla, eftir þetta sá ég og sjá opnar dyr á himninum og raustin sem hljómaði sem lúður gilli og ég hafði heyrt áður sagði við mig, stíg upp hingað og ég mun sýna þér hvað sem verða á eftir þetta. Og hvað sjáum við? Já, við sjáum margt. Og gegnum eilífðina mun við sjá meira og meira. En hverjir eru þessir englar sem stíga upp og niður? Í 1. Mósebók 24. kafla, hann mun senda engil sinn á undan þér. Og Sálmurinn 34, engil drottinn setur vörð kringum þá sem óttast hann og frelsar þá. Englarnir hugga sorgmædda. Englarnir gefa okkur andleg sjón til þess að skynja andlegu sjón og hvatningar orð gefa nýjan styrk. Englarnir eru alltaf til staðar. Sálmurinn 91, því að þín vegna býður hann út englum sínum til að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér svo að þú steytir ekki fót þinn við steini. Við höfum öll verndar engil. En þessir englar, þeir eru koma á mismandi hátt. En takið eftir því í Biblíunni, þar eru englarnir sem vanalega sem mannlegar verur. Ég var að hugsa það í nokkra daga þennan stiga, drauminn. Og svo kvöld eitt, hér í vikunni, var ég að tala við Guð, sem yndislegt að gera, ekki minnst á kvöldin, og svo biðja Guð líka að maður fái rétta drauma. Ég bað Guð að gefa mér draum, sem væri eitthvað svipaður og draumur Jakobs. Ég var ekki alveg sofnaður, en samt var ég svona að sofna þegar draumurinn kom. Og það var ég eins og rödd sem sagði við mig, þú þarft ekki að fara langt, því að engillinn hér hjá þér. Ég leit á ýtu sem lá við hliðina á mér og það var eins og röddin sagði við mig, þetta engillinn sem Guð sendi þér. Ég var orðinn ekkjumaður. Ég hafði þekkt ýtu síðan við vorum 14-15 ára. Við höfum ferðast saman frá Íslandi til Danmörkur og Svíþjóðar þegar við vorum krakkar. En ýta kom, huggun, hjálp. Þá hjálp sem ég þurfti á að halda. Það var engill Guðs sem kom til mín. Og í þessi bráðum 11 ár sem við höfum verið saman, hef ég aldrei orðið fyrir vonbrigðum. Og ég hugsaði svolítið meira þetta. Eigum við ekki eiginlega að líta á hvort annað sem englar Guðs?
Og Ída mín, hvað var það eiginlega sem við lásum í morgun í þessari bók? Hvað, ekki 19. í dag? Já. Þetta var einhvers staðar hérna á síðunni. En það bendir einmitt á það að við eigum að líta á hvort annað sem engla Guðs, sem hjálpa okkur og við eigum að hjálpa þeim. Hugga sorgmædda, veita andleg sjón til þeirra sem skynja, til þess að skynja kærleika Guðs, hvatningarorð sem gefa nýjan styrk, alltaf til staðar. Megi Guð hjálpa okkur til þess að við sjáum englana og já, englarnir hjálpa á margvíslegan hátt. Það var einu sinni bóndi, og nú verð ég að hætta. Það var einu sinni bóndi sem hafði verið að heyja út á engjum og nú var hann á leið heim í hlöðu með heyið og hann satt efst upp á vagninum. Allt í einu nam hesturinn staðar og hann reyndi að hvetja hestinn til þess að halda áfram. Hann sló með taumunum. Hann satt hann upp á hlassinu. Hann sá ekki neitt og skildi ekki hvers vegna hesturinn stóð. Og hesturinn vildi ekki halda áfram. Loksins fór hann niður. Og þá sá hann litla son sinn sem var ársgamall, sem var að krjúpa og var milli fótanna á hestinum. Hann greip son sinn, fór með hann heim til mömmu og sagði: í dag höfum við fengið soninn í annað sinn. Megi Guð senda engla sína sem eru mjög fúsir til þess að hjálpa okkur í daglegu lífi og veit endurfæða okkur sem er nauðsynlegt oft og mörgum sinnum. Drottinn, við þökkum þér fyrir þann styrk og aðstoð sem við getum fengið gegnum engla þína sem þú sendir okkur í Jesú nafni.